Þetta sagan af því hvernig ég dó. En ekki af áhyggjur, þetta mjög skemmtileg saga og reyndar hún ekki mig. Þetta nefnilega sagan stúlkuna Garðabrúðu. Og hún byrjar á sólinni. Jæja, einu sinni var örlítill dropi af sólarljósi sem féll af himnum ofan og upp af þessum litla ljósdropa og skullið töfrablóm. Í því bjó máttur til að lækna hina veiku og sáru. Ó, sjáu þessu gömlu konu þarna? Þetta kannski leggja hann á minni, hún leikur frekar stórt hlutverk. Jæja, aldirnar liðu og rétt handa við hornið og bátsferði burtu og svo dafnaði konungsríki. Yfir því ríktu ástsæll konungur og drottning hans. Og drottningin var við það að fæða barn. En hún var veik. Mjög veik. Henni var vart hugað líf og það við slíkar aðstæður sem fólk fer að svipast eftir kraftaverki. En það í þessu tilfelli gullnu töfrablómi. Ég sagði ykkur að mun eftir henni. Sjáu til, í stað þess að láta aðra njóta þessarar guðsgjafar þá lengdi þessi kona, mamma Góðlaug, lækningarmætti jurtarinnar og nota hana til að halda sjálfu sér ungu í 100 ára. Það eina sem hún þurfti að gera var að syngja. Lýstu, litla blóm, sýndu máttinn þinn. Snú við tímans nið, skila því sem átti ég, sem átti ég. Alltaf veginn, þannig að þessu. Hún syngur fyrir að verður ung, undarlegt, ekki það? Við fundum það! Töfrar gullna blómsins læknuðu drottninguna. Og hraust lítil stúlka, prinsessa, var fædd með undurfagurt gullið hár. Ég gef ykkur vísbendingu. Þetta Garðabrúða. Til að halda upp á fæðingarnar sendu kóngurinn og drottningin svífandi ljósker upp í himinin. Og á því augnabliki var allt fullkomið. Og svo leið það augnablik hjá. Lýstu, litla blóm, sýndu máttinn þinn, snú við tímann. Góðlaug braust inn í kastalann, tók barnið og eins og hendi var í veifað, horfinn. Allt kóngsríkið leitaði og leitaði en hvergi fannst prinsessan. Því að djúpt inn í skóginum, í leyndum turni, ól hún barnið sem það væri hennar eigið. Því sem var, skila því sem átti ég, sem átti ég. Góðlaug hafði fundið nýja töfrablómið sitt, en í þetta sinn var hún staðráðin í að halda því leyndu. Af hverju má ég ekki fara út? Heimurinn fyrir utan hættulegur staður, fullur af hræðilegu eigingjörnu fólki. Þú verður að dvelja hér, því hér ertu örugg. Skilurðu það, blómið mitt? Já, mamma. En jafnvel veggir turnsins gátu ekki hulið allt. Ár hvert á afmæli hennar slepptu kóngurinn og drottningin 1000 ljóskera upp í himinin. Í þeirri von að einn dag myndi týnda prinsessan snúa aftur.